herruðu velkomin aftur. Nú ætlum við að tala, við gætum sagt þetta væri tíðindi helgarinnar. Það var reyndar seint á 50-dagskvöldi á bandarískum tíma sem að þjóðaröryggisstefna Bandaríkjanna var sett á vefinn, eiginlega þegjandi og hljóðljóst. Og svo fór þetta að berast svona heiminn og viðbrögð við hérna á föstudeginum og mjög vaxandi núna helgina. Þetta svolítið söguleg stefnubreyting sem þarna sett á blað, þótt að það hefði kannski mátt greina stefnubreytinguna áður í svona orðu og æði ríkisstjórnar Bandaríkjanna. En til að ræða þetta hingað komnir tveir heiðursmenn sem eiga að þekkja vel til málanna. Guðlaugur Þór Þórðarson, hann var svona eins og utanríkisráðherra, og Albert Jónsson sem var lengi ráðgjafi forsætisráðherra í utanríkismálum og sendiherra bæði í Washington og Moskvu, eða ekki? Jú, það rétt. Heyrðu, það hérna, þetta nokkuð tíðindi, þessi stefna. Já, vissulega, en ég má nú bara byrja annars það, sko. Því ég kveikt á tölvunum mín í morgun, snemma, því ég var undirbúað mig fyrir þáttinn. Þá sú frétt að það náttúrulega orðið að raknað upp úr þessum viðræðum Bandaríkjanna og Úkraínu. Og leikurinn berst á morgun til London. Og þannig náttúrulega mjög stór söguleg tíðindi, sko. Ekki bara vegna þess að það raknað upp úr þessi gær og ekki bara vegna þess að það búið að basla í þessu núna í 3 vikur að reyna að fá Úkraínu til að fallast á, ég segi, skilyrði Bandaríkjastjórnar fyrir friði. Heldur sko Bandaríkin að segja sig frá öryggismálum Evrópu. Og búið að bíða eftir því töluvert lengi, sko, eftir að Trump-stjórnin tók við og öll merki það. Og þannig að það svona ögurstund, sko, í gangi, og morgun þá færist ögurstundin til London sem að Zelenski mun hitta Starmer, forsætisráðherra Bretlands, Macron, forseti Frakklands, kanslara Þýskalands. Og nú kemur fljótlega vonandi í ljós hvort að Evrópuríkin standa við stóru orðin eða hvort þetta bara þykistuleikur að ætla að styðja við Úkraínu vegna þess að Bandaríkin farin frá Úkraínu. Þú metur það þannig og sérstaklega vegna þess að ekki $1 lengur. Sérstaklega vegna þess að við slitnaði út úr þessu viðræðum að þá hefðu geta verið einhver leyti áfram í Evrópu, en þetta þýðir eiginlega að þeir eru. Já, það ekki að segja þessi farnir frá Evrópu, þeir farnir frá þessu máli og þar með þeir farnir frá 80 ára sögu. Þeir hafa verið 80 ár beinir þáttakendur í öryggismálum Evrópu frá 1941. Hvað gerist 1941? Þeir byrja að styðja Breta með láns- og leigukjörum með hergögn. Þeir koma til Íslands, herfundarsamningu Íslands og í þriðja lagi gera Japanar árás í dag fyrir 80 árum, 7. desember á flotastöð Bandaríkjanna á Hawaii og 80 ára saga kannski að fara. Og það það sem ég segi, þannig að það þarf eiginlega ekki að lesa sko nýju strategíuna til að sjá stór tíðindi, þau eru bara að gerast þessa klukkutímana og það mjög áhugavert að sjá á morgun hvort það eitthvað, eins og ég segi, hvort það einhver alvara í hlutunum hjá Evrópuríkjunum þegar þau segast alltaf að taka þetta Úkraínumál að sér. Þá ertu vel að segja að ef einhver heldur það að sé að lesa skýrsluna og segja já, þetta nú eitthvað bara maka texti sem settur á blað til innanlandsnotkunar, að þú ert að segja það að bara viðbrögð Bandaríkjanna núna í dag og í gær og á morgun eru bara í takt við það sem stendur í þessu skýrslu. Já, en hafa verið í undirbúningi í langan tíma, alveg frá því að hann tók við. Ég hafa talað alltaf mjög skýrt og þannig að eins og ég segi, skýrslan að mörgu leyti ágæt, sko, og hún endurspeglar auðvitað stefnu Trump-stjórnarinnar eins og við byrjaðum að tala en hún endurspeglar líka þróun alþjóðamála og þróun alþjóðakerfisins og fleira, en þetta finnst mér standa upp úr núna. Það hvað gerist í Evrópu, hvað gerist í NATO, hvernig ætla Bandaríkjamenn að ganga frá þessu máli. Guðlaugur Þór, ég þurfa alltaf að spyrja svona ráðherra fyrir ráðherra því hvort þú hefur lesið skýrsluna. Það eldfimt í dag. Nei, já, ég reyni að hafa það bara sem almenna reglu að við erum ekki að skrökva. Ég skauta aðeins yfir þetta í morgun, ég náttúrulega búin að vera svolítið í öðru núna og myndi nú ekki missa tækifærin til að ræða þessi mál. Það mjög stór samantekt, svo ég segi það nú hjá Varðberg sem NATO-félagið á Íslandi og það er ekki bjartsýnn tónn í því hjá þeim. Nei, en bara svona almennt að nú áhugaverðar fréttir sem að Albert hér að vísa til og ég vona nú að þetta verði nú ekki niðurstaðan en bara svona, það samt svona áhugaverð svona sögulega sem ekki mikið í umræðinu að svona
fyrsta getur sagt verkefni eða þáttaka Bandaríkjamenn í seinni heimsstyrjöldinni var þegar þeir tóku við að Bretum hér og það var áður en að þeir réðust inn í Pearl Harbor 6 mánuðum eitthvað slíkt sko en það nú bara sögulegir hlutir það sem eins og þeir hefur einkennt Trump og það ekki nýtt að sko það rauninni bara gildi það sem hann segir síðast og það bara hann allt öðruvísi og ég var nú utanríkisráðherra þegar hann var í fyrra forsetatímabilinu og það gekk að vísu mjög vel samstarfi við Bandaríkin á þeim tíma en það lá alveg fyrir að þegar þú varst í þessum miklu samskiptum ég var bæði í samskiptum við Pompeo og Matisse og fleira það lá alveg fyrir þegar hún var að kynnast þeim og öðrum þarna að menn voru bara að bíða til þá var það tweeti sko menn vöknum upp á morgnana með tweeti hvað kom í dag og hann hikar ekkert við það og það allt öðruvísi heldur en í rauninni bæði stjórnmálamenn forystumenn í republikanum og svo sem demokratunum bara almennt stjórnmálamenn að hann hikar ekkert við að skipta skoðun og það truflar hann ekki neitt það þýðir ekkert að segja heyrðu þú sagði þetta í gæri að fyrir 2 mánuðum eða 6 mánuðum en það breytir því ekki að það sem maður búið að skoða þessari skýrslu og náttúrulega líka búið að skauta á varandi umfjölluna þá þetta eins og Albert nefnir að þetta bara þessar áherslur sem að hafa komið fram ég veist að vísu sko áhugavert bæði hvernig hann nálgast getur satt nýja Monroe-kenningu mér finnst áhugavert sömuleiðis nálgunni á Kína sem svolítið öðru sér tónn Indland sömuleiðis Við Austurlandi eiginlega bara sleppa þessum Já, en hann samt sko Ástralinu voru nú eitthvað að fjallum þetta sko þeir hann samt sem var allstaðar að segja og það ekkert nýtt, það ekkert komið ekkert með Trump að Bandaríkjamenn segja, þið verið vinir okkar austanhafs og vestan sko, austan og vestan við okkur þið verðið að bera meiri ábyrgð okkar eigin vörnum og reyndar náttúrulega þannig að ef Evrópa hefði ef þau bara haldir sér við 2% þegar það var markmiðið að þá væri þetta Evrópa alveg í fullum gæti alveg sko verið staðið þetta ekki ágjör Rússlandi Evrópa myndi bara sjá það en núna menn komnir bara einhvern veginn alltaf að stað, ég held að George Bush eldri hafi nú byrjað á því að fara fram á við NATO-þjóðirnar að þær myndu sko gera meira þegar komu öryggis- og varnarmálum og allir forsetar síðan nú erum við allt í tala einhver 5% sko, ekki 2% og að því að virðist allir búin að skuldbinda sig til þess að gera það nema þá Spánverjar En í öryggisstefnunni talað eiginlega það sé þetta meinum Evrópu ósætti við Rússa Þannig að hans ráðleggingar eiginlega því ef Evrópa ætlar að vera eitthvað að þá verður það bara að laga samskipti við Rússland. Það segir það. Og þetta bara þveröfugt við stefnu allra ríkisstjórna í Evrópuríkjana í NATO nema Ungverjalands. Nei, það liggur alveg fyrir. Þetta ég meina, Trump bara með aðra áherslu stefnuna hins vegar það sem ég að segja það að það eitt að því sko, hann skiptir hins vegar oft skoðun og hann hefur talað Putin allt frá því að þetta sé góðu vinn og hann sé bara algjörlega vonlaus og allt þar á milli eða hvaða orð hann hafði nú en það breytir því ekki að það alveg ástæður sem menn hafa ágjörð því að hann muni ekki halda stuðningi áfram við Úkraínu, það liggur alveg fyrir og ég vona að spádómur Albers reynist ekki réttur Bandaríkin borga ekkert lengur ekki $1 sko, ég held að væri mjög óráðlegt að taka ekki mark á þessu sko. og öll pressan á Úkraínu ég ekki að segja það ég segja en það að þeir séu algjörlega búin að slíta sig frá Evrópu eftir 80 ár Já, ég vona það, ef það verður að það verður það stutt. Já, þeir eru búinir að því leyti til að hér sko mestu átök í Evrópu frá stríðslokum og Bandaríkin ekki með, sko. Það það sem ég að segja. Þeir áreyndi að það fóru þeir. Já, þetta náttúrulega í þessu 80 ára sögu algjörlega einstakt og mikil tíðindi og ég sá í bílum mín að fór ég á Síman og þá var sonur Trumps að tjá sig og segja að það væri ekki þetta treyst á Bandaríkin myndi ekki nenna þessu mikið lengur að reyna þessa viðræður og hvað það væri. Það tengdasonum kannski? Já, nei, ekki tengdasonurinn sko. Já, okay. Tengdasonurinn, hann var ennþá einhvers staðar á Flórída í viðræðum. Nei, hann var sonurinn sko. En það ekki, Evrópu gefið... Þetta hefur utanríkisráðherrann sagt, ítrekað sko. Já. En Evrópu gefið svolítið tónn í þessu. Hérna hefur Varberg hafði fyrir því að þýða smá bút
En þessi efnahagslega hnignun, þar að segja Evrópu, fellur í skuggan af raunverulegri og enn skýrari hættu á siðmenningarlegri útrýmingu. Stærri vandamál sem Evrópa stendur frammi fyrir eru meðal annars aðgerðir Evrópusambandsins og annarra yfirþjóðlegra stofnana sem grafa undan pólitísku frelsi og fullveldi, stefna í innflytjendamálum sem að umbreyta álfunni og skapa sundrung, ritskoðun á tjáningafrelsi og bæling stjórnarandstöðu, hrapandi fæðingartíðni og tap á þjóðinsástandi og sjálfstrusti. Ef núverandi þróun heldur áfram verður álfan óþekkjanlega eftir 20 ár eða minna og þau segja raunverulega þannig að það getur orðið þróun í Evrópuríkjum sem gerir það að verkum að þetta sé ekki hægt að treysta á þessi ríki sem nokkra bandamenn. Hafið þið séð svona kveðja frá Bandaríkjunum? Nei. Svo kemur líka fram í skýrslunni að Evrópa skiptir miklu máli og svo framvegis þegar maður lesa þess að þá kemur hvergi fram nein öryggissjónarmið í því, það bara allt business og þessa pólitík sem þú ert að tala þetta mjög undarlegt og svo skulum líka bara horfa á það að Evrópuríkin þetta hafa bara verið út á kanti í öllu þessu Úkraínumáli núna í marga vikur. Það er ekki talað við Putin, Nei, ekki talað við. Putin vill ekki hafa Putin vill bara hafa Amerikanana hjá sig. Það gefur honum status sem hann annars hefði ekki því að Rússland náttúrulega ekki stórveldi lengur. Þannig að hann vill ræða þetta bara við Amerikanana og tala við þá sem mest. Þannig að þetta allt mjög sérstakt og kannski eins og vinátti búast. En það sem í skýrslunni með Evrópu, það sagði varaforsetinn í ræðu í febrúar sem var mjög frægt og móðgaði Evrópumenn skiljanlega, stórlega. Við segja hafa Evrópumenn sagt suma þessar hluti og það er kannski ekki farið hátt eins og bara Draghi skýrslan þar sem þú ert með Evrópusambandssinna harða federalista sem fer mjög hörðum orðum það hvernig þróun er verið í álfunni og hvernig þeir eru búin að vera að missa samkeppnishæfni og reglugerðarfarganið. En hann segir það sé ekki Evrópusambandinu að kenna og það verði að auka þjóðinni sinnaða flokka í hverju landi fyrir sig að það sé leiðin. Draghi lagði það ekki til. Nei, hann lagði þetta móti til að Evrópusambandinu yrði nota til þess að auka nýsköpun í álfunni. Nei, það sem að Draghi sagði mjög skýrt að Evrópusambandið hafi gengið allt og langt í reglugerðarfarganinu. Það er ekkert þetta það er mjög skýrt í því og við erum að sjá í Evrópu og það hefur breyst, ég satt nú bara í gærmorgun með vinum mínum sem að býr í Þýskalandi sem var að segja frá þessa breytingu bæði í pólitíkinu og umræðinu hjá fólki og þannig að það er alveg rétt að svona sendingar hafa ekki komið frá Bandaríkjunum og mannlegt að sjá þetta svona í hispurslaust í svona texta en það breytir því ekki að við vitum að það er náttúrulega margt af þessu sem þarna verið rætt hefur náttúrulega rætt í stjórnmálum í Evrópu en stóra málið náttúrulega er þetta hvernig mun hann haga sér þar sem Trump, gagnvart Putin og Xi það er rauninni bara þegar á hólminni komið ég nú einhvern veginn metið að þannig að þessi áhersla á Ameríku sem er náttúrulega svona nýja Monroe-kenningu að það sé nú líka skilaboð til Kínverja að láta þau svæði í friði því að það eru viðbrögð við það er eiginlega flest af þessum löndum eru með meiri viðskipti við Kína en Bandaríkin í dag. Svo hefur farið svolítið undir radar eins og BRICS sem er unni bara það sem út með Rússland og Kína, Brasilíu, Indland sem eru skipulega graf undan dollarnum. Það er nú eins og tekið hérna upp af skýrslunar tekið fram að vilja viðhalda dollarnum eins og hann er. Því að það er ekkert sjálfgefið að það verði. Og en það sem að þó svo þeir sem að studdu Trump á sín tíma og hafa stutt og styðja að þeir eru ekki sammálunum til dæmis í nálgunum varðandi í Rússland og annars slíkt, menn er alltaf að vonast til þess að hann skipti skoðun einhvers staðar á leiðinni og sem hann gerir stundum. Hann gerir það stundum. En samt er þessi svona lína búin að vera hans megin lína eiginlega frá því hann tók við aftur. Já, svo eru þarna hluti þarna sem er náttúrulega sem að allavega ég hef áhyggjur af að hann náttúrulega trúir á tolla og hann er bara á móti þessu alþjóða viðskiptakerfi eins og þekkjum og vill nota tollana sem pólitískt verkværi. Það eru Bandaríkjamenn sem hafa alltaf verið þeir sem hafa kannski Bretar en aðalega Bandaríkjamenn sem hafa keyrt í rauninni alþjóða viðskiptakerfi og gert alveg frá lokun seinni heimsstyrjöld með Bretton Woods stofnunum og öðru slíku og ef að menn og það sem ég hef ágjörð að því hann verður ekki endalaust en ég held að þetta sé hins vegar stefna sem að virðist vera búin að grafa svolítið sig og hann er algjörlega búin að breyta
republikanaflokknum hvað þetta varðar. Þetta kom inn í þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna eiginlega að allar alþjóðlegar stofnanir og alþjóðakerfið sem að Bandaríkjamenn byggðu upp eftir þetta stríð, að það sé óvinnur. Það áhugavert. Þetta eiginlega stríðsyfirlýsing gegn alþjóðlega kerfinu bara eins og það leggur sig. Ég get ekki lesið betur. Ég hitti eins og Henry Kissinger á þeim tíma þegar að Pat Buchanan var að vinna fyrstu forkostingarnar og hann var ekkert með svo ósvipaða línu og ég spurði hann hvort að það er líkur á því að Pat Buchanan geti orðið forsetafni Bandaríkjanna eða republikanaflokks og hann sagði það er ekki séns. Í báðum flokkum, republikanaflokkum og demokrataflokkum eru element sem sjá til þess að svona einogrunna sinnar þeir komast ekki dálega. Svo er ekki lengur sko, því að það var munið nú ekkert miklu að Bernie Sanders skildi nú vera forsetafni demokrata í fyrri dæminu. Þetta er bara mikið breyting og ég er ekki að draga úr áhyggjum ykkar, það er ekki þannig og ég er ekki að segja að ég hafi ekki áhyggjur af þessu. Og svolítið vona þessu linni þegar Trump hættir. Ég held að Trump muni hafa djúpstæðara áhrifin svo að þetta færi bara allt með honum sko. Þá komum við líka öðru sko. Sumt að þessu er náttúrulega bara þróun sem hefur verið í gangi og mun halda áfram. Til dæmis grundvallar breyting á alþjóðakerfinu sem er náttúrulega reis Kína. Kína er lang öflugasti keppinautur, en það tala keppinautur eitthvað anstæðing, sem að Bandaríkjamenn hafa nokkuð tíman horft saman. Sovétríkin voru bara dvergur í efnahagslegu og tæknilegu tilliti, dvergur. Kína er ekki bara að verða mikið herveldi, heldur er þeir náttúrulega stórveldi á tæknisviði og viðskiptasviði og svo framvegis og beita sér í krafti fjármuna allan heim og þannig að þetta er allt annað en við höfum horft framan í áður. En hins vegar, skulum líka minna á það, 1880 stóðu Bandaríkin undir 25% af heimsframleiðslunni og þeir gera ennþá 5% af mannkyninu. Jú, en það fór að herra á millitíðinni. Já, þetta er búið þetta er aðeins upp og aðeins niður, skilur þið. En þetta er náttúrulega mjög merkilegt og öðru lagi þá náttúrulega eru Bandaríkin langöflugasta herveldið í heiminum. Þannig að sumt af þessu er náttúrulega bara partur af þróun, sumt af þessu er óbreytt, en það breytir ekki því að í Evrópu eru miklar áhyggjur af því hvar þetta endar, þessi stefna Trump-stjórnarinnar enda, eins og ég sagði áðan, vísbendingarnar eru ekki bara vísbendingar, þeir eru farnir frá Úkraínumálum. Þeir eru farnir frá. Já, því að þú nefnir þetta með sveifluð að hlutdeild af landsframleiðslu í heimsframleiðslunni að því að getið þetta í skýrslunni að Evrópa hafi fallið frá 1990 og 24 í 14 að þá fór ég náttúrulega aðtuga hvar Bandaríkjamenn væru og þá voru þeir eitthvað starf kring 28 og komin í 22 en það er ekki sama fallið en þetta er samt að gerast. 5% af mannkyninu sko og færri en Evrópusambandsfólkið sko, þannig að þetta er gífurlega öflugt hagkerfi og lang öflugasta sem til í heiminum ennþá. Þó að þáttur í Kína. Okkur langar kannski mest að tala Evrópu, þá skulum við samt kannski tíðindin snúið á Ameríku eins og þú ert að benda á. Og það með fólk þekkir Monroe-kenninguna að önnur stórveldi megi ekki ná neyti fótfestu á okkar í okkar heimsálfu og Roosevelt kemur svo með viðbótar að það sé réttlætanlegt að hafa afskipti að stjórna því hverjir stýra þessum löndum og þó þannig að það sé lýðræði, ég veit ekki alveg hvernig það náði saman en við þekkjum afleiðingin náttúrulega gríðarlega afskipti Bandaríkjanna. Það er ekki utanakomandi afskipti að vesturhveli. Og núna kemur Trump með það og sem horfir fram á það að í flestum af þessum löndum eru meiri viðskipti við Kína heldur en Bandaríkjanna. Og hann byrjaði náttúrulega á því að reka Kínverja frá Panama-skurðinum, þar sem að Panama-stjórn hafi gert samninga við kínverskt fyrirtæki til þess að reka skurðin. Og núna ætlar hann augljóslega að fara einbeita sér að því að draga úr vægi Kína í Vesturálfu. Það kemur fram. Á Vesturhveli, meina. Á Vesturhveli. Og hann ætlar að blanda saman pólitík og business og einhver fleiri sem hljóma nú eins og svona þessir samningar sem hann að gera. Maður alveg hættur að greina munin á pólitík og business í honum. Þannig það er eiginlega stóra stefna sem hann setur. Þetta er bara partur af langri sögu, sko. Og sem þetta er interessant að horfa á þetta í sögulegu samhengi. Bandaríkin hafa skiptu sér af málefnum Evrópu. Af hverju? Vegna þess að sáu fram á það væri að rísa stórveldi í Evrópu og Þýskaland og síðan var það Sovétríkin sem gætu ógnað vesturhveli sem við erum að tala um. Þess vegna fóru þeir af stað og þess vegna hófu þeir þessa þáttöku í 80 ár sem ég var að tala um áðan í evrópskum öryggismál. Og
Þannig að sagan að endurtaka sig að mörgu leyti, við ekki gleyma því sko, hún þarna. Vegna það bara núna Kínverjar á þessu sterkir, að núna eru Bandaríkin komin í vörn á vesturhveli sem hafa ekki verið í áður. Þeir hafa verið dóminerandi stórveldi og eru þannig ennþá á vesturhveli og ætla ekki að láta Kínverjar hérna annað, áður var það Mexíkó sko, svo Þýskaland og ætla ekki að láta Sovétríkin gegnum Kúbu, Níkaragva og allt þetta. Það var bara ekki að gera. Þetta önnur staða heldur en að hindra það að Þýskaland geti orðið svo mikið stórveldi á sinni álfu að það geti ógnað okkur hér. Rússland ekki arftaki Kínverjarnir eru komnir lengra heldur en það var áður. Rússland ekki arftaki Sovétríkjanna. Rússland náttúrulega ekki neitt miðað við Sovétríkin eða Kína. En síðan sko þeir rítast þannig á það vísu. Já, þannig þetta bara. Og núna nú á að koma í veg fyrir að Kína ná þessu ítökum á vesturhveli og Bandaríkin ætla að koma í veg fyrir það líka að Kína verði dominerandi í Austur-Asíu. Það verið að færa alla áherslu Bandaríkjahers yfir á Kyrrahaf. Asía-Kyrrahaf eins og kemur fram í skýrslunni langstærstu parturinn af heimsframleiðslunni þar og svo framvegis. Þannig að þessar stóru breytur að eiga sér stað og stefnan endurspeglar það sem mjög áhugavert sko. En síðan kemur þessi sérstök áherslu Trump-stjórnar. En það náttúrulega líka, sko, ef að þú horfir bara á þetta og það sé eitthvað markmið að ég geti sagt vestræn lýðræðisríki að þeim sé ekki ógnað að þá Kína miklu meira ógn heldur en Rússland en ef að Evrópa og Bandaríkin sem hafa náttúrulega verið að vinna þétt saman og verið í mjög langan tíma að þá gætur alveg sagt það bara mjög eðlilegt að Evrópa haldi aftur Rússunum til þess að Bandaríkjamenn geti einbeitt sér að Kínverjunum og Kínverjar eru því að þeir eru með næststærsta herafla í heimi, ég held ég verið að sjá eitthvað núna að þeir væru konið fram úr Bandaríkjunum þegar kemur að flotanum og þeir eru með mjög skýra stefnu, kínverski draumurinn gengur út af það að þeir séu númer 1 eða 2 í heiminum og þeir eru búin að vinna mjög skipulega þessu með belt og braut sem fyrir nú minna fyrir núna og bara með skýri stefnumörkum hvað þetta varðar. Svo geta menn haft skoðun á því hvort það gangi eða ekki en svona ég held að það sé ekkit enga deilur það að þetta sé svona staðan sem er uppi og þannig að en það sem hins vegar sko Trump og munur á Trump og þessum forystumönnum leiðtogum sem eru svona úr svona einhverju hugmyndafræði að hann lítur bara á þetta sem business bara þarna sko eins og bara viðskiptamaður bara ok, ég er með styrkleika hér og ég meina þegar kemur að tollunum þá hann rétt fyrir sig að til leitin til það vinnur engin viðskiptastríð við Bandaríkjum vegna þess að þeir eru svo lítlir útflytjendur þeir flytja svo mikið inn Ég held að hann hafi brett sér svolítið á því að þú ferð heldur ekki í viðskiptastríð við Kína sko Þar Bandaríkin hafi ekki aflið í það. Já, það er nefnilega, það ertu komin alltaf með bara að menn hafi líka sofa á verðinum til dæmis með bara ákveðna vörur. Þú hefði getað gert það kannski 2010, þú getur ekki gert það 2025. Já, ég menn það er meðal hans út af ástæðum að menn hafa sofi á verðinu þegar kemur að í raun svona ákveðin svona grunn hlutum hvort það séu málmar eða annað slíkt svona í virðiskeðjunni sem við þurfum á að halda. Og nóttur af í Bandaríkjónum, það er bara ekki verið að vinna á. Og á vesturhveli og það er hluti af stefnunni að einbetta sér að Ameríkonum er að ná þar í málma og... Svo Guðlaugur segir, þeir hafa sofið á verðinum hvað var þessa sjálfgæðu málma eins og það er kallað. En það ætlar að gera það svona heimavelli. Já, og þetta breyta því að mikið til að þessum málmum í Þess vegna er líklega það kemur sko talið Kanada og Grænland verður allt í einu skiljanlegra í þessu samhengi. Já, þetta er alveg skýrt og þarna að en sko staðan er bara þessi að þú snýr þess ekki við á einu augabragði og Kínverjar ennþá og Kínverjar er svo sannarlega notfæri sér þetta þannig að þegar að hann hjólaði Kínverjum fyrir nokkrum mánuði síðan þá beittur þessu og bæði gagnvart Bandaríkjamönnum og Evrópu þeir Kínverjar líka orðnir gríðarlega sterkir innan Evrópusambandsins og þetta er allt tilkomið vegna þess að þeir eru búið að vinna þessu skipulega mjög lengi og þeim finnst þetta ekki skrítið sko þeir myndu segja við sko undanfarið 3000 ár höfum við eiginlega verið öflugasta ríkið fyrir utan niðurlægingatímabilið stutta. Já, það er þeirra sjónarmið en eins og það sem að það er allt í fína lagi að þjóðu sér með metna og annað slíkt, það sem að vandinn eins og sá að þeir eru með aðra hugmyndur stjórnkerfi heldur en aðrir, allavega heldur en við og þeir líta öðru í svo mannréttindi, lýðræði og svo framvegis og þeir líta svo á að þeirra módel sé valkostur við módelið okkar
í því náttúrulega meginmunur og það verið að takast á þetta í grunn. Ef þeir væru eins og menn trúðu þegar kom ritgerðin End of History að þeir voru á fleygiferð að verða með svona svipuð gildi eins og við að þá var spennan minni. Varðandi þetta þá kemur það fram í kaflanum Mið-Austurlönd að Bandaríkin eru ekki að fara að setja vestrænt lýðræði í Mið-Austurlönd. Þessa þjóðu verður bara að hafa eins og vilja það stendur í skýrslunni. Sama með Afríku. Það rauninni segja með Afríku við bara verið við höfum verið að halda af þeim okkar hugmyndum. Það verið að stoppa valdaskipti í löndum og stríð út af svona hugmyndalegri hugmyndalegum ástæðum eins og út að vísa til hér. Heldur það bara hagsmuni Bandaríkjanna sem ráða því? Já, í rauninni þetta kannski, og það kannski ekki nýtt að þú getur alveg sagt að menn hafa sérstaklega í kalda stríðinu að þá voru menn sem að íslenski, þetta kannski tíkarsonur en þetta okkar tíkarsonur var nú sagt einhvern tímann en hvert það leiðir okkur veit ég nú ekki, vandinn náttúrulega að því að skoða hann stuttu kaflinu Afríku þeir ekki fjalla mikið það en hann mjög skýr að vandinn þar og ég held að það sé mjög erfitt fyrir þá álfu að koma sér á stað þar sem hún villar á meðan að þú ert með þessa miklu spillingu í stjórnkerfinu og stjórnvöldum og ef menn segja ok, gott og vel, það ekkert hægt að eiga við það sem að þessu sannarlega ekki gengi vel hvort að það hafi góð eða slæm áhrif veit ég ekki en þetta verður og auðvitað það þannig að það óraunhæft fyrir stórveldi einhvern veginn að breyta hlutum í öðrum ríkjum og engin einföld lausn í þessu. Þetta eins og skrifa frekar svona skýrt út. Þeir eru að setja punkt fyrir aftan það að við erum ekki að fara að útbreiða vestrænt lýðræði í heiminum, punktur. Og annað sem er búið að stoppa er svo kallaði Forever Wars sem hafa kostað Bandaríkin $6 triljónir og hafa mjög góð rök fyrir þeirri stefnubreytingu skilur en síðan náttúrulega eitt er að skrifa eitthvað strategíu og svo hann komið fram að það er ekki alltaf marka hvað Trump segir og hvort hann gerir svo það sem hann búin að segja alltaf að gera eða hvort hann gerir ekki allt annað ok, hann ekki einnum það alveg en svo gerast atburðir í veröldinni En myndur ekki samt segja að við ættum að taka marka á þessari skýrslu? Þetta er stefna ég var að segja það hún er ágætt að margu leyti hún segir ákveðna sögu þróun alþjóðamála, þróun alþjóðakerfisins og hvar Bandaríkin standa og hvar þeir standa veikt og hvar þeir standa sterkt bara mjög fínn pappír á mörgu leyti. Þurfum þið til dæmis í Sjálfstæðisflokknum ekki svona aðeins að velta fyrir ykkur utanríkisstefnuna þar sem að samskipti við Bandaríkin hefur verið grundvallaratriði í ykkar utanríkisstefnu bara frá stríðslokum? Ég meina þetta eru þau tíðindi að það verður að fara að skoða það er ekki að halda áfram bara sömu stefnu. Við langaði einmitt að koma að þessu það er alltaf þegar ég sé svona pappíra sérstaklega frá Bandaríkjamönnum Arctic Ísland og svona, það er ekki minnst á þetta skiljanlega, áttur ekki vona að það er minnst á Ísland en norðurslóðir átti ég vona á þær voru fyrirferðarmiklar í samskonar skýrslu á Biden til dæmis það var vegna þess að Biden letaði Rússa sem ógn en þegar þú gerir það ekki þá skiptir norðurslóðir skipta Trump-stjórnina gífurlega miklu út af auðlindum út af auðlindum þeir eru eitt sem að Trump-stjórnin hefur gert náttúrulega ásælis Grænland sem segir sína sögu áhuga þeirra á norðurslóðum þeir eru búinir eftir margra ára vakl og tafir hefur búið að ákveða að kaupa 10 ísbrjóta það er keyptir á Finnum þannig og Bandaríkjastjórnin Trump-stjórnin eru ekki hætt í neinar æfingar eða neinar fyrirætlanir á norðurslóðum Bandaríkja eru verið alltaf aktívari á norðurslóðum þannig að það er engin breyting á þessu og áhugir er náttúrulega líka á norðurslóðum vegna hvers Alaska er á norðurslóðum sem er nú ríki í Bandaríkjunum og ansi stórt og myndalegt þannig að þó að þessi ekki minnst á norðurslóðir í skýrslunni þá skipta það feikilega miklu máli og þú talað Ísland ég hef sagt það það er engin ástæða til að ætla annað en að Bandaríkjamenn vilji hafa þá viðveru sem þeir hafa hérna núna áfram það er engin ástæða Við erum á öryggisvæði Bandaríkjanna Við erum á áhrifasvæði Bandaríkjanna En ef ég má kannski aðeins koma inn á þetta ef við út að hugsa hagsmuni Íslands þá verða mann að hugsa til langstíma þú getur ekki verið að breyta utanríkisstefnunni eða hagsmunamatinu eftir hver er kosin á hverjum tíma. Sumleiti er þetta breytingar eins og Albertur bent á sem hafi verið lengi á leiðinni. Já, heyrðu, það breytir engu með það að Churchill hafði alveg rétt fyrir sér. Þið þurfa ekki að breyta stefnunni. Þá spyr ég bara NATO. Nú hefur þetta mikil áhrif á NATO. Bandaríkin hafa verið þriggjastykkið í NATO og NATO án ákafa Bandaríkjana til þess að vera þar
náttúrulega bara eitthvað allt annað fyrirbrigði. Sko það er náttúrulega lengi var það náttúrulega hugmyndin að Evrópumenn, og hefur alltaf verið, að Evrópumenn myndu bera ábyrgð á sínum eigin vörnum. En síðan voru menn að vinna saman í þessu, eins og ég nefndi áðan, ef að menn hefðu gert það, ef að þjóðir Evrópu hefðu gert það, að þá væri, hugsanlega Úkraínustríðið ekki komið, sko. Maður veit það ekki. Og það að þessi nýja ógn sem með Kína og í Kyrrahafinu, það var náttúrulega auðvelt að eiga við það, eða Evrópa væri sjálfur sér nóg þegar kæmi að varnarmálum. En bara með Ísland í Norður Atlantshafi. Menn hafa tilhneigingu til að gleyma því. Við erum ekki í miðri Evrópu. Hvað það að glemma því? Nei, þegar menn til dæmis að ganga inn í Evrópusambandið og einhverja allt aðra áherslur. Það bara þannig að það var nú vitnað hérna í Albert Jónsson í þingræðu að þar sem hann sagði að gamall nemandar kom og sagði að ég man það alltaf Albert Jónsson kennari minn sagði það að utanríkisstefna hverja þjóða byggði á þeirra hagsmunum. Það væri það sem og í grunninn það auðvitað þannig. Ástæðan fyrir því að Bandaríkjamenn komu hér og ástæðan fyrir því að þeir hafa lit til okkar eru líka þeirra eigin hagsmunir. Og það skiptir þess að máli að við séum meðvituð það hvaða þjóðir eru með sameiginlega hagsmuni okkur og það eru Bandaríkjamenn, það eru Kanadamenn, það eru Norðmenn, Danir og Bretar. Þannig það og þá áttu auðvitað að rækta tengsli með þessa þjóðir og bæði út á öryggis- og varnarhagsmunum en mörgu öðru og þú menn hafa líka tilhneigingu til að gleyma því sem staðreynd og ég fann þá á eigin skinni sem utanríkisráðherra að stofnanaminnið meira segja svo stóra þjóðum ótrúlega lítið. Og til dæmis þegar ég kom inn í utanríkisráðuneytið þá voru nær engin samtölu eða samstarf á pólitíska sviðinu milli Íslands og Bandaríkjanna, Íslands og Bretlands vegna þess að menn voru alltaf uppteknir af því að mönnum langaði innan kerfis að ganga inn í Evrópusambandið sem að því miður ekkert sem bendir svo það ekkert að gera með þessa skýrslu en það ekkert sem bendir til þess að þeir sé að ná þeim markmiðum sem þeir lögðu upp með. Þessi sameiginlegu hagsmunir Bandaríkjanna og þú nefndir Danmörku Danmörku, Grænlands, Færeyja Bandaríkjanna og Kanada það aftur að fara að setja spurningamerki við það? Já, ég held nú samt sem ára þegar það náttúrulega mjög óvanlegt og þó ýmsu að gengi á ef við förum í söguna í samskiptum Bandaríkjanna og Kanada að það aldrei verið kaldara allavega ekki held ég okkar manns ævi þar og alltaf verið mjög hlýtt á milli þeirra en ég held nú að ég nú ekki trúa því að þó að við höfum verið að menn munu nú fórna öryggishagsmuni beggja vegna þess að þeir hafa náttúrulega sömu öryggishagsmuna Bandaríkjanna og Kanadamenn Hagsmunir Bandaríkjanna og Íslands tengdust vegna ógnarinnar frá meginlandinu sem ég nefndi á og þess vegna kemur Bandaríkjaher hingað í júlí fyrir 80 ára. Og hann fór vegna þess að það var svo okkur farin. Hún var horfin og hún ekki komin tilbaka vegna þess að Rússland ekki átarki Sovétríkjanna en strategískir hagsmunir Bandaríkjanna á norðurslóðum eru náttúrulega alveg skýrir og feikilega miklir og við höfum líka hagsmuni á norðurslóðum sameiginlega með Bandaríkjanna sem vegna þess að norðurslóðir og hernaðarlega staðan þar, hún tengist stöðuleika og öryggi í Evrópu. Sko, stór faktor í umsvifum Bandaríkjanna og NATO hefur verið lengi á norðurslóðum að sýna Rússum núna, þess að áður var að Sovétríkjunum fram á það að komi til átaka milli NATO og Rússlands, Sovétríkjanna á meginlandi Evrópu þá verði ráðist á djásnið í krúnunni sem heitir Norðurfloti Rússlands og hann upp í Barentshafi og í Múrmansk og það alltaf verið að efla möguleikana til þess að gera þetta. Þannig að þetta hangir allt saman og við eigum þessa hagsmuni ennþá með Ameríkonunum og með öðru NATO-ríkjum og þau með Ameríkonunum. En Bandaríkjamenn eru svolítið pirruð yfir stöðunni sem í hvernig ákvarðanir teknar norðurslóðir þar sem þeir eiga bara 15% í gegnum Alaska af svæðinu sem að snýra af þessu svæði. Kanada sem þeir líta á sem Trump lítur á sem einhverja algjöran vesaling og þetta bara að vera fylki í Bandaríkjunum. Svo Danir með Grænland og Noregur ég heyri ekki með svona tónnin frá Trump-stjórninni það að við ættum náttúrulega að sitja með helminginn á móti helminginn sem Rússarnir það samstarf ekki með þeim hætti samstarf byggir þeir vilja það
Já, ég nú ekki séð slíkar hugmyndir, bara aðeins út af norðurslóðum. Þetta ekki bara Rússar. Rússar hafa vísu verið mjög mikið að efla sig þar og hnykla vöðvana og það tengist okkur með beinum hætti. En Kínverjar hafa sömuleiðis í mjög langa tíma, að þið talandi ísbrjóta, verið að byggja risaskip til að, og bæði eru þeir, hugsanlega munu vilja sigla, þar að segja norðausturleiðina og þá frá Rússlandi, svo líka hugmyndir það að sigla bara beint í gegn og þannig að það hefur þetta svæði, norðurslóðir farið úr því að vera lágspennusvæði í það að það í það minnst að koma meiri spenna svo ekki sé dýpra í áni tekið og ég held að Bandaríkjamenn með sama hverju stjórnvölin þau með vera mjög barnaleg ef þau líti ekki til þess Bandaríkin skilgreina Ísland sem hluta af sínu áhrifasvæði. Hvað þýðir það, Albert? Ég ekki séð á skilgreina það bara liggur bara fyrir við erum það. Hvað felst í því? Það felst í því, ég meina, það reyndar ekki áhrifasvæði á sama tagi og Rússland vill að Úkraína veri hluta af og það svona, hvað eins og það sagt af eins og malign áhrifasvæði, gert auðvitað með sameiginlega og grundið sameiginlega hagsmuni eins og við erum að tala og sameiginlega gilda og svo framvegis. Það er ekki einhver fantabröð í Það er ekki reynt á það? Nei, það er ekki reynt á það vegna þess að hagsmunir, en núna náttúrulega eru hlutir að breytast, hugsanlega, sérstaklega varðandi NATO, eins og þú nefndir, það er náttúrulega stærra vandamál fyrir okkur heldur en áður ef við förum í NATO, þá var bara þetta að vera inn í áhrifasvæðinu, vegna þess að svo ég vitnum aftur í Varberg sem svo góður í að þýða bút úr skýrslunni. Bandarísk utanríkisstefna ætti áfram að standa vörð ósvikið lýðræði og tjáningarfrelsi og fagna afdráttarlaust sérkennum og sögu einstakra Evrópuþjóða. Þetta í takt við það sem að varaforsetinn var að tala í München. Bandaríkin hvetja pólitíska bandamenn sín í Evrópu til að stuðla þessari andlegu endurvakningu og vaxandi áhrif þjóðernissinnaðra flokka í Evrópu gefa sannarlega tilefni til mikillar bjartsýni. Þannig náttúrulega verið að vísa í AfD í Þýskalandi, umbótaflokkin í Bretlandi. Miðflokkinn á Íslandi heldur að þið í sjálfstæðisflokknum séu réttu megin línunar frá Trump-stjórninni séð? Ég nú ekki að leggja neitt út frá þessu og þetta er alltaf þínar greiningar hér sko en Ég bara að lesa úr skýrslunni sko, hvers konar flokka, þjóðirni sinnaða, ESB sinnaða flokka sem eru með harða innflytjendastefnu, það eru þeir sem að þeir vilja ná að nái völdum í Evrópu. Þetta er náttúrulega mjög þetta er ekki þetta er öðru sem við höfum áður séð þar sem að þeir eru rauninni að segja svona bara svona gefa einhverja línu til Evrópu og vanalega nú þannig að þegar að slíkt gerst þá hefur það þveröfug áhrif. Við munum það þegar Obama kom og skiptir sér að Brexit-kosningunni og það hafði þveröfug áhrif og þannig að ég veit ekki hvaða afleiðingar þetta hefur, þetta held ég að þetta er kannski ekki stærsta máli í þessu. Bara enn og aftur, NATO við komum aftur að því, af hverju hefur NATO gengið upp og af hverju hefur NATO haft áhrif og skipt að Bandaríkin hafi verið sterk. Því að ekkert ríki er voldugt í NATO eins og Bandaríkin. Bandaríkin hafa getað náð fram ákvörðunum, mótað stefnuna, ekki bara með einhvern frekju og yfirgangi, heldur vegna þess að þeir eru þeir sem standa á bak við hann. Þannig ef að Bandaríkin draga sér til baka, þá getur allt farið upp í háa loft í NATO. Það mun veikja NATO, ekki bara pólitískum skilningi á þessu leyti til þá er þetta forysturíki sem hafi meiri vikt en okkur annað í NATO ef það er farið sem ég er ekki að segja þessi að fara frá NATO en þeir eru sannlega farið frá Úkraínustríðinu því miður og það mun auðvitað hafa áhrif á samskiptin milli Bandaríkjanna og Evrópuríkjanna í NATO þannig að við ætlum að sjá hvernig vinst úr því en Bandaríkin eru að fara frá Úkraínumálinu og sem er langtíma þróun eru að snúa sér sífellt meira að Asíu Kyrrahafi þar sem þeirra hagsmunir eru miklu augljósari heldur enn í Evrópu. En eigum við að taka mark á þessari línu sem kemur frá Washington stjórnmálaþróun í Evrópu og við vitum alveg að það eru Orbán hefur verið að ávarpa republikana flokk Trump, Meloni Farage bara hann farið tvisvar í mánuði til Washington
og það alveg ljóst sko hvers konar flokkar þetta eru sem vill svo til að þetta eiginlega sömu flokkarnir eru sakaðir það að njóta stuðnings Pútín. Já, þannig áhugavert að því að... það ekki svolítið sérstök staða í stjórnmálum Evrópu að Rússlandsstjórn og Bandaríkjastjórn sé að styðja sömu stjórnmálahreyfingarna til valda? Ég held nú samt sem að þannig áhugaverð úttekt á Meloni í The Economist sem inni bara segir sko að hún hafi verið mjög svona vilhöll og verið verið svona svipað eins og þú sért að lýsa henni þegar hún komst eins og til valda og þá var hún svona eins og hefðbundin stjórnmálamaður og allavega það blað hefur ekki ágjör af henni. Ég veit ekki með... Hún hefur verið svona markar og yfirlýsingu til þess varðandi Úkraínu heldur en Orbán eða... Já, hún hefur verið bara mjög svona hefðbundin, hún hefur verið bara mjög svona... Eða Vox. Já, bara verið svona eins og Berlusconi eða eitthvað slíkt sem... Veit ekki því að Evrópuríkin eru klofin í þessu máli, það eru klofin hvað varðar Úkraínu. Þetta eiginlega bara sko Eystrasaltsríkin og Norðurlöndin og Þýskaland, Frakkland, Bretland, Suðurríkin til dæmis alls ekki í sömu stellingum af sömu skiljanlegum ástæðum en hvað eining bandalagsins nú síðan Orbán nefndur og Slóvakar eru líka og einhverju út í skurði næstu því í þessum málum þannig að þetta eru auðvitað mikli veikleikar í Úkraínustríðinu, það ekki bara Trump sem að valda vandræðum í hvað það varðar, það eru Evrópuríkin sjálf, þau eru klofin í þessu máli. Það speglast í rauninni klofningu sem inn í Evrópusambands sem lítið verið í umræðinni og það alveg rétt eins og Albert nefnir að þegar kemur á NATO að ef Bandaríkjamenn hefði ekki verið í NATO ég veit ekki alveg hvernig þau mál hefðu þróast en ég hugsa samt sem ára því að hvort að Bandaríkjamenn ætla að kippa sig út úr NATO þeir hafa nú líka hagsmuni sem vilja halda í ég ítreka að ég ekki að spá því en það svolítið munur á því hvort að Bandaríkjamenn séu eins og voru kannski fyrir 10 árum og þar á undan eða hvort að þau séu svona með hálfhangandi hendiðan inni Já, í rauninni getur sagt í það. Þá forystu kreppa í NATO og hver tekur forystuna? Eins og kemur fram í þessari skýrslu, þá segir rauninni bara 2027, þá verður þið vera bara búin að taka við þarna vörnum Evrópu. Það bara á morguninn. Já, og Evrópuríki segir halló, þetta allt of snemma og rauninni þetta svona trömplegt að segja bara, ég nenni ekki að býta þessu lengur, takk ég bara yfir þetta. Og auðvitað, en hversu raunhæft það þarna veit maður ekki, en hins vegar mikil gjá að því að íslenski fjölmiðlar hafa svona tilhneigingu til að tala um Evrópusambandi sem eitthvað svona fallegt fjölskyldu jólaboð sko, en það alls ekki þannig og það gríðarlegur munur á milli Norður og Suður Evrópu og líka þeirra ríkja sem að borga inn í bandalagið og þeir sem að taka síðan úr því sem þarna og við erum náttúrulega miklu meira samheldandi ef að svo illa færi að við myndum gangi Evrópusambandi sem vona verði aldrei að þá myndum við vera með þeim ríkjum sem borga í það sem á allt öðrum stað. Þannig að Úkraínu stríð ein birtingamyndin en þetta ekki eina birtingamyndin klofning innan Evrópusambandsins en þegar að þú komin líka með þessa spennu og við vitum það öll að útlendingamálin hafa valdið spennu ekki bara hér á Íslandi heldur allstaðar í Evrópu og meira þar að þá fer að hrikta í stóðun. Ertu sammála þessari þjóðaröryggisstefnu að Evrópa sé í hættu á siðmenningalegri útrýmingu? Ég kannski hef nú ekki litið þannig á það en hins vegar liggur það alveg fyrir að þegar kemur að Evrópu ef við erum að tala um Evrópu það mjög mismunandi lönd í Evrópu en það algjörlega ljóst að allar fyrirætlanir að vera samkeppnishæfasta svæði heims og vera hér í forystu öllum sviðum ekkert það sem við gengi eftir og orkan sem farið í þessa endalausa sértrúarstöfnu að búa til eitt bandalag Evrópu hefur eins bara gríðarlega skaðlegt og það mjög líka sérstakt að öryggis- og varnarmálin hafi verið algjörlega bara í öðru eða þriðja eða fjóraða eða fimmta sæti, ég veit ekki hvar það hefur verið og þeir hafa ekki sýnt neitt metnað á því sviði. En núna nefndir það bara í fanginu á Evrópu að móta einhverja sjálfstæða öryggisstefnu fyrir Evrópu án Bandaríkjanna eða þú veist án þess að Bandaríkjanna bara sjá það hingað til við erum bara undir öryggisstefnu Bandaríkjanna. Það útilokað að Evrópusambandi verði eitthvað öryggis- og varnarbandalag. En ég meina þú takir bara Evrópulöndin inn í NATO þá ekkert líklega að það mjög ólík sjónarmið Norrænu landana og Eystrasaltslandana og Holland og Bretland líklega í þeim svona klúbbi síðan eftir með löndin í suðri sem
hafa svona miklu hafa bara aðra áherslu, líta ekki á sömu ógn Rússlandi. Svo ertu líka með allt aðra afstöðu við löndunum sem að liggja nær Rússlandi, sem að líta svo á þessi megin verkefni þeirra að halda, fá öryggistryggingu frá Bandaríkjunum, hafa engan á að fá öryggistryggingu frá Brussel. Já, sko, það sem náttúrulega búið að gerast, ef þú tekur þau lönd sem hafa langmest varið í og farið, lagt mest í varnarmálum, að þá eru það löndin sem eru næst Rússlandi. Sem alltaf verið þessi sjálf. Já, þau eru ekki að treysta á belgíska herinn. Nei, þú veist, sko, ef það er nú mesta vonin að ná samstöðu í Evrópu meðal Evrópuríkjanna í NATO. Og það, eins og ég nefndi náðan, þetta eru búið að skila búið Bandaríkjaforseta frá George Bush eldri að þið verði að axla meiri ábyrgð okkar eigin vörnum. Og það hefur auðvitað breyst mjög mikið á undanförnum árum. Eystrasaltsríkin, Finnland, Svíþjóð, Pólland. Það er bara gert svo hægt, sko, þeir eru ennþá, takk inn úr Þýskaland, sko. Þýski herinn, hann er bara eiginlega ekki til. Ég var ekki að tala um Þýskaland, sko. Nei, bara, þú veist. Ég var að tala um Pólland, ég var að tala um Eystrasaltsríkin, Norðurlöndin og sérstaklega Finnland og Svíþjóð. Þetta er ekki stórir herir sem að Evrópuríkin er búin að vanrækja þessi mál svo lengi. Sko, þú veit að tala að Bush hafi haft áhyggjur, sko, 1955 sagði Eisenhower forseti á fundi í Washington. Evrópuríkinu hafa okkur að ginningarfíblum, suckers, í varnarmál, sko. Þetta er rosalega gammalt mál. Og núna, sko, nú stendur Evrópa frammi fyrir mjög erfiðum ákvörðunum. Og það lítur bara næstu vikum og mánuðum og misserum í Úkraínustríðinu. Evrópa er ekki einn aðili, það sem ég er að spyrja. Hvernig sérðu fyrir þig að átökin innan Evrópuríkja NATO, ég meina, ég sé ekki neina sérstakka forustu þar sem allir fylgist undir. Þess vegna eins og ég sagði á það, Evrópa er að nálgast ögur stundu og hann komið ljós, þetta þykistuleikur, sko, eða ætla Evrópuríkin að axla það ábyrgð sem búið sem Ameríkanarnir hafa bara varpað á hana, á þau, í Úkraínumálinu. Það er bara málið sem standa fram með fyrir. Síðan auðvitað maður bæta því við, kannski koma aðeins inn á það að Úkraínustríðið hefur náttúrulega verið afskaplega sérstök atburðarás, sérstaklega hvað varðar það sem menn héldu að Rússarnir myndu gera og nú er enn einu sinni komið í ljós að þeir voru náttúrulega ofmetnir alveg stórlega eins og búið að gera í marga áratugi í kalda stríðinu og það er löng saga en þannig að það er lag, það er borð, sko, það er hægt, það er Rússamuni er ekki til neitt og stóra en á næstu árum, það er alveg á hreinu, en það þarf hins vegar að halda aftur að þeim og stoppa þá í Úkraínu, þarna í Donetsk héraði og koma á vopnahléi. Það er það sem þarf að gera. Og til þess þarf að koma stuðningur og hann getur bara núna komið frá Evrópuríkjunum og þá þarf einhverja í Evrópu að taka upp síman og hringja í Putin. Nei, ég er ekki að tala um það, ég er að tala um að stoppa það á vígvellinum. Já, það verður, ég meinar bara að þú eigi ekki að hringi í Putin, heldur ég bara að sigra þetta. Þú sér það fyrir Evrópuríkin farið núna í þessari stöðu. Það er búið að tala um þetta núna í marga vikur og hann hefur ekki skipt skoðuna í einu. Það er vel þekkt, Gunnar, Smári, að Rússar skilja ekki orð, þeir skilja bara gerðir. Og þú verður að stoppa á vígvellinum eða alltaf vopnahléi og einhverju miðræðum. Þetta séu bara Evrópuríkin í sameiningu að sigra Rússland á vígvellinum. Nei, ég sagði það alls ekki. Ég sagði það þarf að láta Úkraínu hafa það sem þarf til að standa í Rússunum, halda aftur af þeim og þvinga þá til þess að fallast á vopnahléi sem það ekki vilja gera árásir inn í Rússland? Já, stoppa á allavega. Senda evrópska hermenn á vígvellin? Sýna þeim fram á. Nei, það er engin vilji fyrir því. Það er bara rugl. Sýna Rússum fram á það að þeir muni ekki sigra þetta stríð á En höfum við ekki verið að því í 3 ár? Nei, við höfum ekki verið að því. Þeir hafa bara ekki, þeir hafa sótt fram núna undanförnum, en sko, stóra málið það sem ég ætla að koma er að það hefur komið í ljós að rússneski herinn er svo óburðugur að þetta hefur gengið eftir. En það þarf að klára málið með því að þvinga þá til vopnahlés. Ég segi þessi eitthvað auðvelt, það muni taka stuttan tíma. En það er það sem þarf að gera og það er það sem Evrópuríkin geta hjálpað Úkraínu til að gera. Evrópuríkin eru með meirinn 10-falda þjóðarframleiðslu Rússlands. Meirinn 10-falda. Og fleira fólk þar að ekki. Þannig að þetta er ekkit óleysanlegt vandamál. Það tekur auðvitað tíma og það þarf vilja
til þess og það það sem að maður hefur áhyggjur að núna í allar næstu framtíð sá vilji til staðar. Það þarf að vera náttúrulega að Evrópuþjóðirnar ná saman að móta sér einhverja forystu sem að þau hefur ekki haft fyrir því að gera, það hefur ekki þurft að gera það síðan stríðslokum, en þess að Bandaríkin hafa bara komið með línu. Það alveg rétt þess vegna þetta svo stór tímamót sem við erum að horfa framan í núna. En ég skoðaði aðeins í morgun þegar ég var að undirbúa að þá voru þættir held ég að vera á Fox News og nýjar skoðanakannanir sem sýndu það að 65% Bandaríkjamanna vilja að Bandaríkjamenn skipti sér meira af málum erlendis sem mikið breyting og ekki með hervaldi held ég. Já, ég spurði ekki, ég fór ekki þannig að ég var nú bara að horfa á þetta en það sem ég að segja sem var að talandi hvernig hlutinir verða það þarf oft lítið til að breyta mjög miklu. Þetta komir eins og mjög óvart. Ég held að bara stemmingin í Bandaríkjunum væri þannig að menn væru svona bara látum þá sín mál. En það virðist ekki vera á þegar voru ræðið þetta hérna í settinu út af þessu og skjótt skipast viður í lofti. En alveg sama hvað að þá liggur það fyrir að Evrópa verður að efla sína varnir og það verður að, ef menn ætla ekki að stiga Úkraínu, ef menn ætla að láta Rússana valda yfir Úkraínu, þá munir ekki hætta þar. Og þó svo þeir séu alveg rétt í Alberti að menn bara sá að herinn var alls ekki á þau stað sem allavega Pútín hélt að væri á, en þeir eru náttúrulega að fá gríðarlega mikið stuðning. Þeir eru að fá stuðning frá Kína, þeir eru að fá stuðning frá Íran, teknilega frá Norður-Kóreu, í bara svona praktísku hlutum eins og byssukúlum og öðru slíku sem þeir eru nóga. Viðskiptum við alls konar ríki sko. Kemur ljós að efnaðsþvinganir í Vesturveldanna ég meina skadaði ekki eins mikið þessu Vesturveldum töldu. Það er ofmat. Já, það er náttúrulega líka fyrir að Kína náttúrulega hefur notað tækifærið og ég held að Kína hafi hugsað það alveg, sé alveg skýrt að þeir voru að gera Rússa háðar í sér. Já, má bjóða þeir ódýrt gas. Það segir allir bara já takk. Indland segir já takk og Kína segir já takk. Já, Kína og Indland hafa bæði og ég meina talandi þetta að Trump setti nú einhverju rinnu sinni gríðarlega mikið að tollum á Indland til að sagði því geti bara ef þið ætla að halda áfram að kaupa af Rússum sem svona því að hann bara margbreytilegur í þessu. En Pútín var nú bara að gera samninga það sem þeir fengu í staðinn í Karlandi var það er bara stórkostlega móttökur sem Pútín færi af Indlanda því það er náttúrulega búið að móka Indlandina bak og fyrir. Já, svo komum við í þessari skilabóðum aftur eitthvað en Indverjar eru ég er engin sérfræðingur í málum Indlands en spyr alla þá sem að þekkja til að reyna að skilja stjórnmál og Indlandi og það ekki, þau verðast ekki verið einfaldasta mál í heimi. Bara aftur að þessi Úkraínustríði, það verður ekki útklá nema á vígvellinum. Það er bara líka Rússar ætla ekki að gefa neitt eftir. Ætla ekki að gefa neitt eftir. Pútín verður að segja það sama. Þetta verður bara útkláð á vígvellinum. Og eitt af því sem hann treystir á er að Amerikanarnir sé að fara frá málinu og líklega rétt fyrir sér því og Evrópuríki mun ekki ná saman þannig að hann á eftir að bíða, hann mun bíða núna og sjá hvort að þetta rætist og þannig að það er bara á vígvellinu sem hægt er að útkláða þetta mál því miður og líkurnar núna eru þær að þetta haldi bara áfram og með ekki miklum landvinningum Rússa en miklu mannfalli áfram en síðan við líka hafa í huga pæli í akkur þeir eru svona harðir og staðfastir í þessu að þetta snýst ekki land fyrir þá. Þetta snýst að njörfa Úkraínu niður á orð sem vorum að nota áðan áhrifasvæði Rússlands. Þannig að það komist hvorki lönd niður strönd. Það er markmiðið. Þeir skilgreina það líklega svipað Bandaríkjamenn gera við Mexíkó. Úkraína var náttúrulega djásn í krúnunni í Sovétríkjunum og djásn í þess vegna að missa Úkraínu var stór mál fyrir Rússland. En varðandi svona eitt af því endalega svona föðulegar ábendingar til Evrópu, hljóta að vera fyrir evrópska leit og óþolandi reisa þessa skýrslu. Þetta er alveg ótrúlega hrokkafullt. En eitt af því sem segja er eiginlega svona þið verðið að hafa eðlileg samskipti við Rússland. Rússland er ekki að fara. Þetta eru 140 milljónir manna sem er þarna og Rússland er ekki að fara. Hvernig ætlaði að hafa þetta til lengri tíma? Verðið ekki bara að byggja upp eðlileg samskipti við Rússland? Hvað segir þið við þessi sjónarmið? Nei, þetta er bara, það er stríð í gangi. Jú, en Bandaríkin er að segja þetta. Já, ég veit það, en Evrópuríkin eiga ekki taka því. Evrópuríkin eiga að taka sér tak og tryggja það að Úkraínumenn á vígvellinum geti þvingað Rússa til þess að fallast á vopnalið. Það er næsta skref. Síðan komum við að öðru máli sem Evrópuríkin hafa talað að mér finnst ofdeg og barkalega sérstaklega Bretar. Það eru öryggistryggingarnar sem Úkraína þarf að fá. Og enn og aftur
hver reynsla þeirra á því? 94 voru það Rússar, Bandaríkin og Bretland og Frakkland sem ætluðu að ábyrgjast öryggi Úkraínu gegn því að Úkraína léti kjarnorkuvopnin sína hendi. Ekki pappirsins virði. Og síðan var hernám Krímar í kjölfarið að gera þessi svokallaða Minsk-samkomulag sem Rússar brutu alltaf og fengu ekkert bátt fyrir sko. Þannig að ég að segja, eina öryggistryggingin sem Úkraína getur haft það sem hún býr til sjálf. En hún gerir það ekki ein. Með því að Evrópa fjármagni 800.000 manna her vígvæðast það sjálfsögðu og stoppa Rússana endanlega 28 milljóna manna þeir sækja núna 100 metrar á dag en gleymið því ekki þetta bara eina öryggistryggingin sem er möguleg má ég aðeins skjóta inn ef ég væri Úkraína þá markmið okkar var að ganga inn í NATO því að þar kemur öryggistrygging sem er fyrst og fremst bandarísk síðan þegar það var ekki ljóst þá vildu fá tryggingu frá Bandaríkjunum. Veistu að ef þú ætlar að bjóða okkur belgíska herinn, það er ekki neitt. Ég segi þeir eiga að gera þetta sjálfur. Ég trausti þess að Evrópumenn fjármagni. Þeir geti bara treyst og sjálf. Það er veikir lekkunum. Það er hver fjármagn. Þess vegna held ég að Úkraínumenn séu að horfa fram á að þeir hafi mjög slæma kosti úr að velja. Mjög slæma. Akkurat, ég er búin að segja það, ef að Evrópuríkin ætla ekki að standa með þeim. Þetta var bara smá gaman. Nei, þetta kom alltaf saman stað. Þið ekki gleyma því, og það náttúrulega tengist beint Evrópu, að ég tala það réttilega að Úkraína séu einhvers konar áliti Rússa og ég hef nú heyrt þetta frá ráðamönnum í Rússlandi beint að það séu einhver áhrifasvæði. Það er ekkert bara Úkraína. Þeir líta á miklu fleiri ríki sem eru sínu áhrifasvæði og ástæðan fyrir Eystrasaltsríkin að Finnland og Svíþjóð skyldu stökkva inn í NATO, Pólland að þau séu að hafa verið þau ríki sem hafa verið fremst í flokki bæði við að efla sína varnir og að íta eftir samstöðum að styðja Úkraínu vegna þess að þeir vita að þeir eru næstir. Líklega myndir Rússar horfa á það að þeir hefðu verið veikir þegar þetta gerðist og gátu ekki komið í veg fyrir það. Þeir líta örgulega á Hvíta-Rússland og Úkraínu, Georgíu og Kákasuslöndin sem sitt áræðsvæði. Já, og Moldavíu og Eystrasaltsríkin og ef þú talar við Pólverja þá segja þér það, ef þið taka Úkraínu þá eru við næstir. Og þú getur alveg fært rök fyrir því að þú skoða landakorti í gegnum tíðina, þetta hefur verið síðustu nokkur hundur árin að þetta hefur alls konar landamæri. En og þannig að þetta er ekki bara vandamál Úkraínu. En það sem svo náttúrulega líka hitt að flestir telja sem tilþekkja og þeir verið haft eftir Pútín að hann komist aldrei lifandi frá Kreml. Og þetta snýst náttúrulega líka það bara hvernig, að því að hann þarf og er örugglega að hugsa, ef ég sem, hvað verður mig, Því að meðan hann með þetta ástand, að þá hann með hverju sem á bakvið hann og hverju stjórna í Rússlandi, hverju þeir eru, að það allavega samstæðum að stríðja hann meðan á þessu stendur. Hann stendur auðvitað traustari fótum í Rússlandi heldur en Zelenský í Úkraínu. Já, hann stendur mjög traustum fótum í Rússlandi. Jú, en ég meina, það sé að segja sem að ef hann myndi semja frið, að hvað segja bara á morgun, að hann segir bara, heyrðu, þetta rétt hjá þér, nú skulum við bara klára þetta. Hvað gerist þá? Og ef hann hefði viðfram, ég gerði innrásina til þess að knýja á að Úkraína myndi ekki aldrei ganga inn í NATO. Ég hef búin að semja það núna í samningum við Bandaríkin. Ég held að honum bara tekið vagnandi. Það fær náttúrulega eftir hvað hann fengi. Það var eftir hvað hann fengi, en síðan náttúrulega líka þannig að ég held að það sé mjög erfitt að spá fyrir sannarlega næstu ár og jafnvel næstu vikur. Og við rekunum minn til þess að hafa hlusta á Trump fara yfir það að setjandi útskýrað fyrir Zelenský, hann ætti að taka allt tilbaka, allt það sem að þeir eru búin að tapa í þessu stríði og svo framvegis. Þannig að ég held að síðustu sviptingandi sé ekki búnar, en það liggur alveg fyrir að það hefur ekki verið pólitísk fórusta þegar kemur öryggis- og varnarmálum í Evrópu og þeir sem hafa kannski verið helst í fórustu hafa nú verið fyrir utan Evrópusambandi eins og Bretar og ef að leiðtogum með Evrópuríkja ekki ljóst að þeir þurfa að verða öflugri og geta verið að treysta á sjálfan sig þegar kemur að þessu málu núna, já þá illa komið fyrir ámunni. Þessum kafla
lokið. Bandaríkin eru ekki lengur í Úkraínumálinu. Þau eru farin. Þú hefur ekki spáð því fyrir 2 árum? Nei, ekki fyrir 2 árum, nei. Ekki fyrir árið síðan? Ja, nei, ekki fyrir árið síðan, en leið á eftir að Trump kom. En ég hefði spáð því fyrir löngu síðan eftir síðan tíma líða, með tímanum þá færi þessi Bandaríkin frá Evrópu. En þetta bara snýst það, ætla Evrópuríkin að gera það sem þau geta, sem að tryggja það að Úkraína haldi aftur á Rússum á vígvellinum og þvingi þá til vopnahlés. Þetta ekkert flókið, en það sem alltaf flókið. Óvissan hvar viljinn og þetta náttúrulega flókið, sko, hver á að borga og þetta bara flókið, sko. Já, menn það verður að gæla við að sækja ykkur á sjóði og þegar það ekki hægt og það enginn að leggja til við ætlum að leggja á, sko, 3% tekjuskatt. Ég sagði ekki að það væri ekki flókið að finna peningan. Ég sagði það ekki flókið að áttast við hvað það sem skiptir mestu máli. Það sem skiptir mestu máli núna ekki Bandaríkin, heldur hvað Evrópa ætlar að gera. Bandaríkin eru farin frá málinu. Úkraínski herinn, en svo náttúrulega líka sem að Zelenský verið að benda á. Nú það úkraínski herinn sem bestu þekkingun á því að berjast við rússneska herinn og reyndar þegar kemur að drónum og öðru slíku sem að þá eru þeir allt í einu bara fremstir með jafningja. Því miður kemur reynslan með stríðsátökum. Já, rétt, en það til dæmis eitt af því sem að Kínverjar hafa áhyggjur af þegar þeir meta það hvort þeir ráðast inn og slíkt að þeir hafa ekki lent í átökum lengi. Eitt að sitja við skrifborð og ákveða en annað þegar þú bara ert með þessa raunverulegu reynslu. Þeir fóru hrakförinn í Vietnam 78. Rétt. Og hafa verið með miklar hreinsanir. Hafa verið með miklar hreinsanir og breytingar á hernum og einmitt út af þessu sem þú ert að segja. Illu hilli þá hættuðum með fyrirkomulagi var að þú gast orðið ofusti og yfirmaður með því að vera með fjölskyldutengsl og einhver vinatengsl. Nei, það er ekki hafi ég það verið. Og ég held að það er ekki þannig en þeir hættu því þannig að þú verður að vinna þig upp í hernum og hann hefur verið eflugur og sterkur eftir. En þarf Sjálfstæðisflokkurinn að endurskoða utanríkisstefnu sína? Nei, þú breytir ekkit grundvallar, sko þetta átti alltaf að endurskoða stefnuna, ég veit ekki hvað þetta vísa til að við bara það liggur alveg fyrir að alveg sama þó komið þessi þjóðaröryggi stefna hér, að við viljum áfram vinna með lýðræðisríkjum og Bandaríkin eru öflugasta lýðræðisríkið og sjálfsögðu ef við erum ekki að rækta tengsloku við Bandaríkin þá er ekki að gæta íslenskra hagsmuna en við þurfum og höfum svo sem alltaf lagt áherslu á það að vera í þéttu samstarfi við þau ríki sem eru með sameiginleg gildi og það er ekki bara vestanhafs, það er sannarlega austanhafs líka. Ég bara minna á það að forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir hefur tvisvar sinnum óformleg samtöl við Trump og eins og hún segir sjálf í bæði skiptin að hans frumkvæði sagðan Bandaríkin munu standa við skuldbindingar í garð Íslendinga og það er þessum ástæðan sem ég nefndi á það, bara fara saman hagsmunir Bandaríkjanna og Íslands. Þessum er Ísland með náttúrulega svolítið ólíka öryggishagsmuni heldur en lönd sem við höfum nefnt hérna eins og Pólland, Eystrasaltslöndin. Nei, við náttúrulega öryggishagsmunir sem lúta því hvernig gengur í Evrópu. Við náttúrulega mikla hagsmun á því að sé stöðuleiki og fríður í Evrópu og bara þó ekki sem efnahagslega hagsmunir. Okkur stendur ekki sama ógn af Rússlandi og Eystrasaltslöndin. Það liggur alveg fyrir ekki, langt í frá. Já, ástæðan við stöndum kannski ekki ógnum vegna þess að við erum með samning við Bandaríkjunum aðilar NATO. Já, Rússar eru bara svo óburðugir. Þeir getur leikandi tekið Ísland ef að svo bæri undir, sko. En það er ekkert ríki sem að velti fyrir sér og hvorki Rússland eða Kína annars slíkt út af því að við erum með öryggishagsmunir eða með það varnarsamstarf sem við erum með. Og það er vegna þess að það eru hagsmunir Bandaríkjanna? Sjálfsögðu. Það er bara engin atburðarás í gangi sem gæti leitt til þess að við ráðist á Íslandi. Það er allir í heiminum sem vildu eiga varnarsamninga svo við eigum í Bandaríkjunum. Já. Og það vildu allir í heiminum vera hérna í miðju Atlantshafinu. Já, það er bæði kostir og gallir. Mér finnst miklu fleiri kostir við að vera hérna. Við þurfum að vera meðvituð það og spila úr þeim styrkleikum sem við höfum og vera líka meðvituð veikleikana. Og þegar við erum að tala okkur eins og við séum partur af Miðjarðarhafinu, það er bara ekki raunhæft. Herðu, Guðlaugur og Albert, takk
ykkur að koma hingað og tala mál sem eru mikið í deglunni og það mikil óvissa í kringum þetta og stundum gaman að tala þau mál, það sem eiginlega ómögulegt að spá fyrir hver þróun. En þú þurft að tala meir Kína, sko. Verður þau aftur næsta sundag að fara yfir það. Ok, það verður framhalds aðalfundur seinna með Guðlaugi Valberg þar sem við vilja tala Kína, en ég ætla að þakka öllum gestum sem að hingað komið, Sigurunni fyrir að vera með þáttið með mér og Pétri Fjellstið fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakkaði mest sem að vera að hlusta og breyta þessu samtal okkar í fjölmiðlum. Minni á að samstöðin drifin áfram af þeim hluta áhorfenda og áhærenda sem hafa gert áskrifundur. Það þeir sem gefa okkur afli til þess að halda upp í samstöðinni og byggja hana vonandi upp. Ef þú vilt slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðum.is, þar hnappur sem ástendur áskrift. Þar getur þú skráðið fyrir grunnáskrift sem 2750 krónur, sem mér að setja sér hlægilegt verð með það efnin sem við búum hérna til. Þú mátt borga mér ef þú vilt, og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í alþýðufélagið, en þetta er mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Þetta er fjölmiðill og umræðuvettvangur í eigu áhorfenda og áheyrenda. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.